Samgönguráðherra segir að Icelandair þurfi að bjarga sér úr þrengingunum sem fyrirtækið komið í. Forstjóri Vinnumálastofnunar óttast mikið atvinnuleysi í 10 til 12 mánuði. 20% Vestmannaeyinga hafa verið í einangrun eða sóttkví frá því að faraldurinn braust út. Hópsýkingin var áfall og kom algjörlega aftan að okkur, segja þau sem fréttastofa tók tali í Vestmannaeyjum. Yfir 200.000 eru látin úr COVID-19 í heiminum. Þar af hafa rúmlega 20.000 látist á breskum sjúkrahúsum síðustu 50 daga. Árlega deyr 500.000 manna úr malaríu. Óttast að malaríulyf standi ekki öllum sjúklingum til boða á næstunni, því þau eru gefin við COVID-19. Alþjóðlegur baráttudagur gegn malaríu í dag. Veðrið lék við fólk á suðvesturhorni landsins í dag og líf færðist yfir miðbæ Reykjavíkur. Við Landspítalann í Fossvogi tóku margir til hendinni á degi umhverfisins. Forsetinn segist ekki geta hætt að plokka. Komiði sæl. Icelandair þarf að bjarga sér út úr þrengingunum sem fyrirtækið komið í, segir samgönguráðherra. Ríkið hafi fyrst og fremst fylgst með. Hlutabótaleiðin sé fjármögnuð með lánum og ríkið geti alls ekki greitt laun alls vinnandi fólks í landinu. 53.000 manns fá atvinnuleysisbætur mánaðamótin. Þar af eru 18.000 alveg án vinnu. Þessar tölur hafa aldrei sést áður á Íslandi, aldrei nokkuð tíma. Ég hrædd að það verði töluvert mikið atvinnuleysi kannski í 10 til 12 mánuði, eða við erum að búa okkur undir það. 92% starfsmanna Icelandair eru á hlutabótaleiðinni. Það er í 25% vinnu á móti atvinnuleysisbótum. Þeir búast við að jafn margir missi vinnuna alveg fyrir mánaðamótin eða rúmlega 3.000 manns. Forstjóri Icelandair sagði í fréttum RÚV í gær að miklu dýrara væri fyrir félagið að greiða full laun í uppsagnarfresti en fjórðung laun eins og nú er. Samgönguráðherra segir að ríkisstjórnin skoði nú hvernig framhald hlutabótaleiðarinnar verði. En menn verða líka að gera sér það grein fyrir því að þetta er fordæmalaust líka fyrir ríkisvaldið. Við erum ekki að taka þessa fjármuni úr ríkissjóði, við erum að ganga á lánalínur. Er ríkisstjórnin að fara að koma Icelandair til bjargar? Við höfum fylgst með því sem að stöðuna hjá Icelandair. Það kom fram upphaflega að þeir væru mjög vel fjármagnaðir með eigið fé og gætu einmitt þolað þó nokkra mánuði. Svarið við spurningunni er að þessi verkefni eru öll hjá stjórn félagsins, hjá hluthöfunum, hjá stjórninni og hjá fyrirtækinu sjálfu. Og við hjá ríkisvaldinu höfum fyrst og fremst verið að fylgjast með. Þannig að ríki er ekki að fara að koma til dæmis og fara að greiða laun í uppsagnarfresti hjá starfsfólki Icelandair? Við höfum verið að skoða þessa hlutastarfaleið. Stefnt sé að niðurstöðu í næstu viku. Getur ríki til dæmis komið og fara að greiða laun rúmlega 3.000 manns í 3 mánuði? Við þurfum að greina hver staðan er. Það er alveg ljóst að ríki getur ekki haft alla launamenn í landinu á launum hjá ríkinu og það á lánum. Það munum við sjálf þurfa að greiða sem samfélag aftur. Við þurfum líka hins vegar að gera okkur grein fyrir hver sá kostnaður er ef allir verða atvinnulausir. Það er líka kostnaður sem samfélagið þarf að bera. Þannig að það er ekki auðvelt að finna leiðina og við ætlum að reyna að greina hana sem best áður en við komum með tillögur hvað sé best að gera. Vestmannaeyingar segja að hópsýkingin þar hafi komið algjörlega aftan að fólki. Allir þekki eitthvað sem hafi smitast. Samkomubann í Eyjum miðaðist við 10 manna hámark í mánuð sem bæjarstjórinn segir að hafi tekið á. Nærri 19% Vestmannaeyinga hafa á einhverjum tímapunkti verið í einangrun eða sóttkví frá því að kórónuveirufaraldurinn hófst og það hefur tekið sinn toll á samfélagið. Þetta kom bara algjörlega aftan af fólki, bara allt í einu urðu svo margir veikir á sama tíma. Það komu svo mörg smitt inn í bæinn einhvern veginn á sama tíma, virtist vera. Heldurðu að allir þekki einhvern sem hefur veikst? Klárt mál, algjörlega. Þekkjast allir hérna. Við erum svo náin hvort öðru hérna, fólk er mikið í matarboðum annað. Þess vegna held ég að þetta hafi breyst svona hratt út. Vegna hópsýkingarinnar hér miðaðist samkomubann við 10 manns í 4 vikur en það var hækkað í 20 eins og annars staðar á landinu í vikunni. Ég held að það sé nú varla hægt að taka svona skerðingum og frelsi betur. Fólk hefur
nánast öllum tilvikum farið eftir tilmælum. Við höfum þetta fengið svolítið að tilkynningum það að einhver sé að brjóta einhverjar reglur sóttkví eða einhver bönn. En það hefur verið í mjög litlu mæli og oft sem það ekki á rökum reist og einhverju misskilningi byggt kannski. Þetta búið að taka helling á, en ég held að krakkarnir okkar séu uppgötva hring og punkt og fallin spýta og svona leiki aftur og þá kannski bara með sínum nánustu. Þannig að auðvitað kemur eitthvað gott út úr þessu en þetta alveg búið að kýla okkur öll held ég mjög niður á jörðina. Þetta var svolítið sjokkur. Maður sá það á fólkinu hvað passaði svo rosalega. Maður mæti fólkinu það tekur svona smá krók. Það ekki út að lykta okkur. Menn velta sér mest upp úr móti, polo- og pæjumóti og þjóðatíð. Við verðum náttúrulega að gera eitthvað í því. Ekki var búið að ráða bót á tjóninu af völdum desemberstormsins í Húnaþingi vestra þegar kórónuveiru faraldurinn skall á samfélaginu. Fyrir 1 mánuði voru allir íbúar þar í sóttkví. Meðal þeirra fyrstu sem urðu að fara í sóttkví á Hvammstanga voru hjón, yfirlæknir og hjúkrunarfræðingur á heilsugæslunni. Stund var þar því engin læknir við og aðeins einn hjúkrunarfræðingur. Þá var nú eiginlega starfsdagur sem var engin læknir og þá þetta akkurat að byrja og það fór algjörlega allt á hliðina þá. Og það hringdi síminn alveg látlaust og fólk var eðlilega með miklar áhyggjur og hrætt og var með alls konar einkenni og Íhlaupalæknir og hjúkrunarfræðingur fengust á heilsugæsluna en álagi var mikið á þessari 10 manna starfsstöð. Sýnataka tók við í öllum veðrum. Þetta var svolítið svona óraunverulegt og maður var allt í einu komin í þessa stöðu að klæða sig upp í þessa búninga næstu því á hverju morgni og fara hérna út á bílastæði og þá var komið röð af bílum. Eitt skipti þegar við vorum að taka sem flest sýni, tókum 25 sýni og það var bara svona kalsa veður. Og mér var svo kalt á puttanum að þegar ég var að fara á hönskunum þá bara átti ég helst vona á því að puttarnir yrðu bara eftir í hönskum. Helga segir að ef ekki hefði verið fyrir ötult starfsfólk hefði ástandið orðið óviðráðanlegt. Nú þegar nær allir eru lausir úr sóttkví og enginn smitaður stendur Húnaþing vestra samt sem áður frammi fyrir áskorunum af völdum faraldursins líkt og annars staðar. Sveitarstjórinn hefur áhyggjur af tekjumissi. Og það mjög óljóst með framlög jöfnunarsjóðs líka því að hann verður líka fyrir tekjumissi. Sama tíma og við þurfum alltaf að halda okkar þjónustustigi óbreyttu og heldur bæta í ef eitthvað er. Þá heldur ekki búið að bæta fyrir tjónið af völdum stormsins í desember. Ragnheiður segir vonbrigði að ekki hafi neitt komið í hlut Norðurlands vestra í uppfærðri samgönguáætlun eða auka fjárúthlutun framkvæmdasjóðs ferðamannastaða. Norðurlands vestra bara pínulítið gleymt virðist vera hjá stjórnmálamönnum. Ég held að við höfum okkur fram úr þessu eins og öðru og svo þegar birtir svona og við fáum sóladaga þá líta allir björtum augum á framhaldið. En við þurfum stuðning samt inn í framhaldið. Það alveg ljóst mál. Ríkislögreglustjóri segir að það sé áhyggjuefni að verð á fíkniefnum hérlendis hafi ekki hækkað í faraldrinum eins og gerst hafi erlendis. Harka sé að aukast í undirheimunum, mögulega því að það sé erfiðara að brjótast inn til að fjármagna neyslu. Aðstoðar yfirlögregluþjónn á höfuðborgarsvæðinu sagði við fréttastofu í gær að þess sæjust hér engin merki að verð á hörðum fíkniefnum hefði hækkað þótt litlu væri hægt að smygla með flugi, enda hefur flug nánast lagst af. Það benti til þess að kappnóg hafi verið af sumum efnum hér fyrir, til dæmis kókaíni og innlend framleiðsla á öðrum, til dæmis amfetamíni, dygði markaðnum. Ríkislögreglustjóri ræddi þetta á upplýsingafundi almannavarna í dag. En það sem kannski sérstakt hjá okkur og við erum náttúrulega ekki sátt við það að verðið á fíkniefnum hefur verið að hækka mig mikið í nágrannulöndunum á meðan það stendur nokkurn veginn í stað hjá okkur. Þannig að það bendir til þess að framboðið sé nægilegt í miður. Þannig að þrátt fyrir öll þessi stóru mál sem hafa komið upp. Þannig að það áhyggjuefni og við höfum mikið velt því fyrir okkur. Hún sagði að ofbeldi væri að aukast. Heimilisofbeldismálum hefði fjölgað 10% í ástandinu frá því á sama tímabili í fyrra og lögregla fengi fréttir af aukinni hörku í fíkniefnaheiminum. Aðspurð sagðist hún halda að þetta mætti allt tengja beint við ástandið, meðal annars fjölgun líkamsárása og vopnaðra rána. En auðvitað náttúrulega kannski erfiðar að brjótast inn og fjármagna neysluna, þannig að það getur verið að þess vegna sé innheimtan orðin harkalegri. Dauðsföll á heimsvísu vegna COVID-19 fóru í dag yfir 200.000. Flestir hafa látist í Bandaríkjunum, rúmlega 52.000, en staðfest dauðsföll eru fleiri en 20.000 á Spáni, Ítalíu, Frakklandi og Bretlandi. Bretar hafa aukið til muna skimun og smitrakningu en þar greindust nærri 5.000 manns með veiruna síðasta sólarhring.
Bretar telja nær aðeins þau sem deyja á sjúkrahúsum og því ljóst að mun fleiri hafa látist. 50 dagar eru frá því að greint var frá fyrsta dauðsfallinu í Bretlandi. Einum kafla í stríðinu við COVID-19 er lokið, sagði sóttvarnalæknir í dag á 50. og 5. upplýsingafundi almannavarna. Tilefni ummælana er að aðeins 1 smit greindist í gær og ekkert í fyrradag. Nú er 1 vika síðan greind kórónuveirusmit voru 11, síðan þá hafi verið allt niður í ekkert smit. Reyndar hafa dagleg smit verið fá í hálfan mánuð. Síðasti stóri smitdagurinn var 5. apríl. 685 sýni voru tekin í gær, þar af 608 hjá Íslenskri erfðagreiningu. Smitið eina í gær var 1 þeirra. 46.000 sýni hafa verið tekin í allt, fjöldin jafngildir 13% þjóðarinnar. 1790 smit hafa greinst. Nú eru aðeins 210 manns með smit. 13 COVID-sjúklingar eru á spítala, 2 á sjúkrahúsinu á Akureyri og 11 á Landspítala. Þar af eru 3 á gjörgæslu og 2 þeirra í öndunarvél. Faraldurinn eins og staðan núna er komin niður klárlega og mjög lítið smit í gangi meðal almennings. Það má kannski segja að nú sé einum kafla kannski lokið í stríðinu við COVID hér. Stríðið er nokkrir kaflar, við erum ekki komnir í land. Nýr kafli sem nú tekur við felst meðal annars í því að komi í veg fyrir að faraldurinn blossi hér upp aftur eins og við margoft talað Sóttvarnalæknir segir enn nokkuð í að hægt verið að mæla fyrir mótefni en Íslensk erfðagreining er nú að rannsaka nokkra hópa eins og sagt var frá í fréttum í gær. Meðan að við erum ekki með áræðanleg próf sem að greina mjög áræðanlega þá sem að raunverulega hafa sýkst frá hinu sem ekki hafa sýkst með vissu, að þá fer maður ekki endilega að stað að mæla stóran part af þjóðinni. En það er alveg hins vegar inn í myndinni að við viljum fara að safna blóði eftir sem áður og vera tilbúin til þess að mæla það þegar að við fáum bestu aðferðina til þess. Hátíðahöld í tilefni Ramadan, helstu trúarhátíðar múslima, verða með óhefðbundnu sniði í ár. Ramadan hófst 23. apríl og lýkur 23. maí. Þann tíma fasta múslimar og neyta hvorki matar né drykkjar frá sólarupprás til sólarlags. Þegar sólin sest hittast svo vinir og ættingjar og taka hraustlega til matar síns, en svo verður líklega ekki í ár vegna samkomubanns. Moskur í Istanbúl í Tyrklandi eru alla jafna þéttsetnar, en það er nú tómlegt að litast og sömuleiðis í Sarajevo. Trúarleiðtogar múslima allan heim hafa hvatt til þess að fyrirmælum yfirvalda vegna faraldursins verði fylgt. Jer Allah ih mjeri svojim kantarom i u tom mjerenju iskušava našu snagu, strpljivost, pouzdanje u njega i njegovo određenje. Pitamo se jesmo li dorasli da se na nas odnose riječi našeg vjerovjesnika alejhi selam koji je kazao: čudno je stanje mu'minovo, zaista je njemu uvijek dobro, a tako nije nikome osim vjerniku. Ako ga zadesi nešto lijepo, zahvali se Allahu na blagodati, ako ga zadesi kakvo iskušenje, on se strpi pa mu opet bude dobro. Óttast er að lyf standi ekki öllum malaríusjúklingum til boða, nú þegar þau eru notuð nær heim allan við COVID-19. Í dag er alþjóðlegur baráttudagur gegn malaríu, en talið er að 500.000 deyi árlega úr sjúkdómnum. Langflest dauðsföll vegna malaríu eru í Afríku, rúmlega 90%. Sjúkdómurinn berst með moskítóbitum en talið er að 200 milljónir manna greinist árlega. Börn eru sérstaklega viðkvæm fyrir sjúkdómnum en greinist hann snemma hafa lyfið malaríu gefið góða raun. En malaríulyf hafi verið áberandi undanfarið en talið er að þau dragi úr einkennum COVID-19. Fyrstu tilraunir með lyfið sjúkdómnum í Noregi byggjast á lyfinu Plaquenil og þá hefur sjúklingum verið gefið bæði klórókín og hydroxyklórókín á sjúkrahúsum hér á landi og víðar en engar rannsóknir hafa staðfest virkni þeirra. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur á daglegum blaðamannafundum rætt reglulega gagnsemi malaríulyfja eins og hydroxyklórókíns. You know, it's a great malaria drug. It's worked unbelievably. It's a powerful drug on malaria. And there are signs that it works on this, some very strong signs. Þetta var í byrjun apríl og fjöldi Bandaríkjamanna byrði sig upp af lyfinu sem hefur gefist vel gegn bæði malaríu og rauðum úlfum. En nú gætu því byrðir klárast. I think he did it with the hope of, like everyone else, finding a miracle treatment that would stop this pandemic cold and get this country back to work again.
But, unfortunately, that's only an aspiration that's not based in science. Bandaríska lyfjaeftirlitið varði í gær við notkun hydroxychloroquíns við COVID-19 vegna hjartsláttartruflana sem það getur valdið og því sé sérstaklega varhugavert að nota lyfið utan sjúkrahúsa. I've seen people that are going to die without it. And you know the expression, when that's happening, they should do it. What really do we have to lose? And the answer is we have a great deal to lose. We are exposing very vulnerable, in some cases very sick patients to a drug of totally unproven effectiveness that has many, many side effects. Sérfræðilæknar frá Kína eru nú á leið til Norður-Kóreu að því talið vegna ástands leiðtoga landsins Kim Jong-un. Hann sagður þungt haldinn og jafnvel í lífshættu eftir að hann fór í hjartaaðgerð 12. þessa mánaðar. Kim, sem talinn vera 36 ára, hefur lítið sést í fjölmiðlum á árinu, en þessar myndir voru teknar þegar hann flutti nýársávarp sitt. Það vakti athygli á dögunum að Kim var hvergi sjáanlegur á árlegum hátíðahöldum og afmælisdegi afa síns, Kim Il-sungs, sem einn mikilvægasti hátíðisdagur landsins. En síðast sást til Kim Jong-un í kóreska ríkissjónvarpinu 4 dögum fyrr, þann 11. apríl. Sól skein á hóp fólks sem týndi rusl fyrir utan Landspítalann í Fossvogi í dag. Ógeðslegasta ruslið sem plokkarar fundu í dag á degi umhverfisins voru sprautunálar og klestar bréfþurrkur. Til hamingju með dag umhverfisins sem í dag og gleðilegt sumar. Á bollum og þú ert kannski aðeins ruglaður í ástíðum. Já, ég alltaf mjög ruglaður í ástíðum en þetta bara svona táknum það líka að við erum að reyna að berjast gegn plastmengun. Hvort sem það september, það mætti alveg skiptast út fyrir alla aðra mánuði. Þannig að bara plastlaus allt árið. Þetta bara yndislegt og ég bara frábært veður, það ekkert verið að gera svona fallega helgi heldur en að reyna að hjálpa umhverfið aðeins og taka til. Og sérstaklega fyrir utan spítalanum. Þetta er ekki hægt. Er þetta ávanabindandi? Þetta er ávanabindandi að vissu leyti. Og þegar maður tínir rusl með forsetanum verður að setja á sig fallegt hálsmenn. Hvernig rusl eru þið búin að finna í dag? Ég fann líka glas og... Það ógeðslegasta sem ég er búin að finna í dag voru sprautur. Sprautur með nálum á sér. Það var mjög ógeðslegt. Hvað var svona einhvern veginn ógeðslegast sem þið sáuð? Ég bara svona klesta þurrkur og eitthvað. Eru þið með grímur þarna líka? Þetta er grímur og hanska. Og það er furðulegt að fólk hendi rusli á jörðina. Í Japan eitthvað, það fólk setja það hleypur alltaf með það. Ég setja alltaf í ruslatunum. Með því að hreinsa lóð Landspítalans hugsa plokkararnir hlýtt til heilbrigðisstarfsfólks og sjúklinga. Þess vegna vel við hæfi að geta lagt sitt að mörkum hérna og leið hugsa hlýtt til þeirra sem hér eru innan veggja og eiga allt gott skilið. Gangi vel í plokkinu? Já, þakka þér fyrir. Það er ennþá verk að vinna. Heldur betur. Í dag er alþjóðlegur dagur mörgæsarinnar. Í tilefni dagsins fengu þessir 3 mánaða gömlu stubbar sér sundspretti í dýragarðinum í San Diego í Bandaríkjunum. Mörgæsir eru miklir sundgarpar en æfingin skapar meistarann og þessir ungar fá einkalaug til æfinga áður en þeir sameinast mörgæsahópnum í garðinum sem telur 20 dýra. Þeim hefur enn ekki verið gefið nafn en þeir tilheyra öðrum ungahópnum sem kemst á legg í dýragarðinu. Vorið heilsaði íbúum höfuðborgarsvæðisins í fyrsta sinn af alvöru í dag. Á suðvesturhorni landsins teygði hitinn sig yfir 10 stig og sólin skein drjúgan hluta dagsins. Fólk var orðið þyrst í sumarstemningu eftir erfiðan vetur og rúman mánuð í samkomubanni og þótt hitinn hafi rétt náð yfir 10 gráður, vermdi sólin vel og borgarbúar streymdu í bæinn þó þannig að 2 metra reglan héldi sem best. Loksins var hægt að setjast á Austurvöll án þess að verða rassblautur.
Aðrir fengu sér drykk við útiborð eða settust á bekk og gætu sér á langþráðum rjómaís. Og á hjólabrettunum á Ingólfstorgi mátti jafnvel sjá glitta í stuttbuxur og stutterma boli. Einhver niður? Já, áfram. Í Brettagarðinum við Breiðumýri á Álftanesi tóku krakkarnir líka blíðunni fagnandi og renndu sér áleiðis inn í sumarið, en ekki á hjólabrettum heldur hlaupahjólum og þar voru tilþrifin síst minni. Ég hringi bróði minn veður guð. Hann reddar sólin og býr til stuð. Við græjum meira að segja, sólina til Eyja, Akureyri, Reykjavík, Ísafjörð. Við syngjum þetta sumar okkar. Sumargleðin okkar. Og áfram af veðri. Það hæg breytileg átt framundan. Létt skýjað norðanlands en skýjað að mestu sunnan til og lítilsháttar síðdegisskúrir á Suðurlandi. Víða má búast við vægu frosti í nótt en 2 til 10 stiga hita yfir daginn. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Hvernig lítur keppnisárið út hjá besta frjálsíþróttafólki landsins þegar búið að fresta Ólympíuleikunum og hætta við EM? Við hittum Anítu Hinriksdóttur og Guðna Val Guðnason í dag. Guðmundur Guðmundsson segist áhugasamur að halda áfram sem landsliðsþjálfari Íslands í handbolta eftir HM. Núverandi samningur Guðmundar við HSÍ rennur út eftir HM í janúar. Og úrslitin réðust í ensku úrvalsdeildinni í dag, það að segja í tölvuleiknum FIFA. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Samgönguráðherra segir að Icelandair þurfi að bjarga sér úr þrengingunum sem fyrirtækið komið í. Forstjóri Vinnumálastofnunar óttast mikið atvinnuleysi í 10 til 12 mánuði. 20% vestmannaeyinga hafa verið í einangrun eða sóttkví frá því að faraldurinn braust út. Hópsýkingin var áfall og kom algjörlega aftan að okkur, segja þau sem fréttastofa tók tali í Vestmannaeyjum. Yfir 200.000 eru látin úr COVID-19 í heiminum. Þar af hafa rúmlega 20.000 látist á breskum sjúkrahúsum síðustu 50 daga. Árlega deyr 500.000 manna úr malaríu. Óttast að malaríulyf standi ekki öllum sjúklingum til boða á næstunni því þau eru gefin við COVID-19. Alþjóðlegur baráttudagur gegn malaríu í dag. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar RÚV.is uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að hægt að horfa á þennan fréttatíma í RÚV appinu. Verið sæl og njótið kvöldsins.